þá komið að hápunkti þessa viðburðar, en það kjör á íþróttakonu og íþróttakarli Reykjanesbæjar. Ég ætla að byrja á konunni. Íþróttakona Reykjanesbæjar Eva Margrét Falsdóttir frá Sundræði IRB. Eva Margrét keppti með unglingalandsliði SSÍ á Glasgow Open í apríl og á Evrópumeistaramóti unglinga í Rúmeníu í júlí. Hún vann til 9 Íslandsmeistaratitla á árinu, 4 titla á EM 50, 5 titla á EM 25. Hún var jafnframt 7-faldur unglingameistari á EM 25. Hún sá sundmaður IRB sem vann til langflesta titla á árinu 2022 og eina lykilfólkin okkar. Hún var valin til þátttöku á Norðurlandameistaramótinu sem haldið var nú í desember og endaði þar í 4. sæti. Í lok árs náði hún lágmörkum í A-landsliðshóp og unglingalandsliðshóp sem heldur í æfingabúðum til Tyrklands nú í febrúar. Til hamingju, Eva Margrét. Og íþróttakarl Reykjanesbæjar Hörður Axel Vilhjálmsson, Keflavík Karfa. Hörður fyrirliði og leikstjórnandi hjá meistaraflokki karla í Keflavík og valinn leikmaður ársins á síðasta tímabili. Hann afar mikilvægur hlekkur í liðinu sem nú í toppsæti Subway-deildarinnar. Hörður lætur það ekki duga heldur þjálfa líka meistaraflokka kvenna í körfuknattleik sem einnig í toppsæti deildarinnar. Bæði liðin komin í fjárhagsleg úrslit og á leiðinni í höllina. Hörður sér afreksstarf yngri flokka og býr til sérhæfð prógram fyrir hvern og einn iðkanda. Hörður gegnir einnig mjög mikilvægu hlutverki í A-landsliði karla sem komnir í undankeppni fyrir HM 2023. Þar þykir hann mjög mikilvægur í því liði þar sem hann var meiddur í haust en þjálfarinn vildi endilega hafa hann með þar sem hann góður í ráðgjafi í leik. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Enn einn titillinn hjá þér. Já. Við tölum við ábyggilega þegar þú varst 14 ára ef ég man rétt. Þú varst byrjuð að vinna titla. Já, 13-14 ára. 13-14 ára. Já, eftir AMI held ég. Já. Hvað það sem að drífu þig áfram? Ég held að það sé bara, ég alltaf með eitthvað markmið og þú veist, þegar maður hefur eitthvað markmið þá maður, þú veist, að æfa fyrir eitthvað og svo líka EM, Íslandsmeistaramótið, þú veist, þá maður alltaf að æfa fyrir það og maður vill alltaf gera best þar, þannig að ég held að, já, og svo líka þjálfarinn minn, þú veist, ég með mjög góðan þjálfara. Hver það? Steindór Gunnarsson. Já, við vissum að við vildum að þú segði það. Já, hann drífur mann áfram. En þú svona, já, hvað var að segja, þú ert ekki búin að vinna allt sem þið langar til, en þú ert búin að vinna mjög mikið og margt og hver helstu markmiðin? Sko, helstu markmiðin fyrir 2023, það bara að komast inn á stærstu mótin og það farin úr unglingaflokki og það bara EM, HM og bara allt það. Þú ert komin í fullorðinsflokk eins og það heitir? Já, þetta ára síðasta ári mitt, þú veist, til að komast inn á Evrópumeistaramót unglinga. Þannig að það bara að komast inn á þau mót og svo bara ná fleiri Íslandsmeistaratitlum, sko. Þegar þú lítur yfir síðasta ár, ertu ánægð með árangurinn? Já, ég náttúrulega vann marga Íslandsmeistaratitla sem að þú veist að það get ekki allir gert það, þannig að ég bara nokkuð sátt, sko. Hvað ertu fann að horfa eitthvað lengra, þú veist, eru ólympíuleikar og svona risamótin, þú veist, í huganum? Já, það hefur eiginlega bara alltaf verið, þú veist, frá ég var yngri, markmiðið hefur alltaf verið að komast inn á ólympíuleikana. Þannig að, já, það algjörlega. Við sjáum ykkur mæta eldsnemma, eða við fréttum af ykkur eldsnemma á morgnana í sundlauginni og æfa. Þetta sundfólkið, já, ásamt öðrum íþróttamönnum, en þið eruð að leggja alveg ekstra á ykkur. Þú ert að æfa gríðarlega mikið. Segðu okkur aðeins frá því. Sko, við æfum 9 sinnum í viku, þá fyrir við bara í laugina, svo 3 til 4 sinnum, þá fyrir við að lyfta. Þannig að,
Já, það tekur mikinn metnað, þú veist, ef maður finnst þetta ekki skemmtilegt þá, þú veist, náttúrulega nær maður ekkert að vakna klukkan 5 á morgnana. Þannig að já, þú veist, við æfum á morgnana 3 sinnum í viku og erum þá í svona 1,5 til 2 tíma, svo bara 6 sinnum í viku, aðra sunnudagar, þannig að þetta tekur mikinn tíma, sko. Svo þetta í framhaldsskóla líka, ekki? Jú, sem alveg mjög erfitt. Ég hef heyrt að þér gangi vel þar. Já, mér gengur alveg vel, sko. Hvernig þá skipulagið hjá þér að koma svolítið saman æfingum og námi, en þarf ekki að vera ólingu líka? Jú, en það náttúrulega ekkert rosalega mikill tími. En já, þú veist, fyrstu 2 árin í framhaldsskóla alltaf aðeins erfiðari, þannig að núna byrjar þetta byrjar að vera aðeins léttara í skólanum, sko, vonandi. En svona, þegar þú horfir á þetta, er stóri drauminn að verða alvöru keppnismanneskja í útlöndum? Já, algjörlega, sko. En ég samt ekki alveg búin að plana hvert ég ætla að fara, en þú veist, mér langar kannski til Danmerkur eða eitthvað svona til að ná meiri, eða þú veist, ná betri árangri. En svo náttúrulega fínt að vera heima, sko. Og já, ná sem bestum árangri hérna, sko. Þannig að ein loka spurning sem ég spyr oft í íþróttafólk, hver þakkar þennan árangur? Þakkar þið? Já, hver þetta þakka ykkur? Já, mér langar að þakka þjálfarunum mínum, væntanlega, og mömmu og pappa, út af þau hafa, þú veist. Þú ert með mikinn stuðning? Já, svo líka bara ömmu mínur og afi, sko. Þau hafa mikinn stuðning og bara allir í kringum mig, eða þú veist, fjölskylda mín. Vel gert. Til hamingju. Takk fyrir.